Takk fyrir, komið sæl og velkomin á þetta málþing. Eins og Ingibjörg sagði þá þetta liður í því hjá okkur að reyna að efla umræðu og vitund vinnuvernd. Það alveg klárlega okkar afstaða og hefur verið eiginlega frá örófi þessar hreyfingar að allir hafa rétt á því að koma heilir heim úr vinnunni og við höfum verið að gera þetta hjá okkur með því að efla þetta svið okkar á skrifstofu Alþýðusambandsins. Það var samþykkt á síðasta þingi okkar að bæta við sérfræðingi og við erum að gera þetta til þess að reyna að taka þátt í þessu umræðu. Það þannig að það eru allt of mörg fyrirtæki sem að sinna þessum þætti allt of lítið og jafnvel nánast ekki neitt. Við erum að sjá mjög mikla fjölgun slysa, við erum að sjá því miður líka ömurlega fjölgun dauðaslysa á vinnustað. Þetta tengist auðvitað mikil þenslu á vinnumarkaði og það því miður reynslu okkar að þetta tengist mjög mikið ástandi á vinnumarkaði þar sem að lagt mikið á þá starfsmenn sem eru fyrir undirmönnun sem kemur þá fram með því að það slaknar á þessum þáttum. En það líka athyglisvert að skoða það að við hér á landi leggjum hlutfallslega einfaldlega bara minni fjármuni í það að hálfu hins opinbera að fylgja þessum málum eftir. Við erum til dæmis með 30-40% færri eftirlitsfulltrúa út á mörkinni til þess að kanna þetta heldur en í okkar helstu samanburðar og nágrannalöndum. Ég held að þetta tengist líka því sem við þurfum að skoða í hreyfingunni, að við þurfum að endurskoða og treysta betur stöðu öryggistrúnaðarvarða á vinnumarkaði. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunar að það þarf að tengja þá betur hinu félagslega baklandi hreyfingarinnar til þess að gefa þeim meira sjálfstæði og meira öryggi eða bakland í sínu störfum. En þetta eru há og tölur sem við erum að horfa á og það mjög mikilvægt að átta sig á því að sú breyting sem að verða á vinnumarkaði tengist í að við erum ekki bara að tala vinnuslys í hefðbundna skilningi, þó þeim færi verulega fjölgandi. Það alveg ljóst að streita og álag á sálina hefur líka aukist mjög mikið. Og það að gerast í mjög mörgum lögum í vinnunar. Bæði tengist þetta skipulagi vinnunar, það tengist því að það verður að breyta ráðningaformi sem getur skapað óöryggi sem leiðir til þess að fólk óvisst og óöryggt í vinnunni. En það gerist líka í því að það verið að leggja óeðlilega mikið á fólk. Þetta kemur fram í þeim könnunum sem eru gerðar af hálfu okkar aðildarfélaga þar sem að þetta birtist okkur í þessu. Þessu tengist líka síðan atriði eins og einelti og áreiti á vinnustað og við höfum verið að reyna að skapa þá umræðan það og gefa út leiðbeiningar það hvernig ég bregðast við þessu og skapa þá líka grundvöll að þessu. En það eitt atriði líka sem tengist þessu sem að sker okkur Íslendinga allmikið úr og það eru atvinnusjúkdómarnir. Nú tók það alveg ótrúlega langan tíma að koma í gegn reglugerð skilgreiningar atvinnusjúkdómum en hér eru mjög fáar greiningar sem að grundvallast á því að skavangi tengist einhverju starfi. Og ég held að þetta sé atriði sem við þurfum að eiga samræðu við í læknastéttina, að eiga þá samtal það með hvaða hætti þessar greiningar eru, vegna þess að ég held að þessi fyrst og fremst atriði sem snýr að því að það ekki verið að greina þetta rétt. En það tengist eins og líka því að það ekki gert, þá fáum við ekki tilbaka þá þrýsting á fyrirtækin að tilteknar aðstæður í fyrirtækinu, vinnuaðstæður, leiða kerfisbundið til þess yfir langan tíma að viðkomandi lendir í vanda með sína heilsu. Og svo sjáum við afleiðingarnar í því, bæði í gegnum örorku, í gegnum veikindi og það talið á grundvelli svona alþjóðaviðmiðana að kostnaður í kringu þetta geti legið á bilinu 60-70 milljarðar. Þannig að það alveg klárt að fyrir atvinnulífið, já fyrir samfélagið allt, þá eru hér mikið hvati að því að finna leiðir til að fara í hverja aðra átt.
Og eins og Ingibjörg sagði þá við fengið hérna bæði okkar eigin sérfræðinga en líka erlenda til þess að varpa í ljós á þetta, varpa fram og reyna þá að draga fram, já, hvar liggur ábyrgðin á þessu og hvað þetta er á það. Við verðum að glögga okkur betur á þessu vegna þess að ég held að við verðum einfaldlega að taka þetta mál föstum tökum og það er svo sannlega okkar ætlun verkalýðshreyfingunni. Þetta er málefni okkar fólks og við eigum einfaldlega að vera þetta mjög framalega. Ég set þetta málþing og hlakka til að taka þátt í umræðunum. Takk fyrir.